Góðan daginn og verið velkomin á Menntamorgun ferðaþjónustunnar. Það hæfnisetur ferðaþjónustunnar á SAF sem standa fyrir þessum fundi í dag. Við ætlum að fá kynningu á nýju námi í ferðaþjónustu sem hefur verið þróað í samstarfi við atvinnugreinina og menntakerfin. Við verðum með góða fyrirlesara hér í dag og við ætlum að fara yfir þróun námsins og hvernig við sjáum fyrir okkur næstu skref í að koma náminu á laggirnar og eins að fara yfir hlutverk þeirra sem koma að náminu. Ég heiti Hildur Bettý Kristjánsdóttir og framkvæmdastjóri fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og hæfnisetur ferðaþjónustunnar og ætla að vera fundastjóri hérna í dag. En við ætlum að byrja leikinn á að hann Haukur Harðarson, verkefnastjóri hjá hæfniseturinu, hann ætlar að vera með kynningu á því hvernig námið hefur verið að þróa síðustu ár og aðkomi hæfnisetursins að því. Gjörðu svo vel, Haukur. Já, takk og gaman að sjá ykkur ekki beint sko, því að þetta nú allt í fjár. Svo við byrjum nú bara á því að fara aðeins yfir að hvernig vinnan hefur verið lögð upp að hálfu hæfniseturs ferðaþjónustunnar. Þá fyrsta sem við lögðum upp var að hlusta og greina þarfir atvinnulífsins. Og þegar ég tala atvinnulíf þá ég alltaf að tala bæði fyrirtæki og starfsfólki. Síðan annað skref ég í þessu var að kynna fyrir fræðsluaðilum þessa sýn atvinnulífs og hvernig svona nám yrði, hvert þörfin væri fyrir nám, hlusta á þeirra sjónarmið og í þriðja lagi að gefa öllum þeim sem voru áhugasöm að koma að þessu verkefni tækifæri á að vera með. Og ég held að þetta hefur skipt svolítið sköpun við þessari vinnu hvert við erum komin í dag. Þetta örlítið tímafrek leið en á endanum þá skilar hún árangri. Þegar við fórum og töluðum við atvinnulíf hverjir ykkar þarfir þá kom það út í skýrsluformi 2019. Þar kom fram að þarfir atvinnugreina voru skýra leiðir milli menntakerfa, að menntakerfin tali saman, að einstaklingunni sjái starfsþróunarmöguleika, fyrirtækin sjái ávinninginn. Það verður líka áherslurnar voru að námið yrði aðgengilegt, ekki síst þeim sem væri starfandi í ferðaþjónustunni í dag og þá erum við einnig að tala þau sem hafa ekki íslenska móðurmáli. Og það verði hægt að meta reynslu af vinnumarkaði inn í námi til styttingar á námi. Þetta kom mjög skýrt fram í þessum samtölum og þetta búið að vera okkar leiðarljós á því að þegar var talað hverja væri svo þessar þarfir varðandi námi sjálft, þá voru fyrirtækin og starfsfólkið og þá stéttarfélaginu hluta fyrst og fremst að tala starfsnám. Og þegar við skoðum markaðinn dálítið hvaða nám var í boði, þá var kannski nám sem var tengt ferðaþjónustu fyrst og fremst á háskólastigi. Fyrirtækin sögðu okkur vantar starfsfólk með starfsmenntun og við tölum alltaf starfsnáma í þessu máli. Og þessi skýra tilvísun í störf og þarna kemur svo næsta orðið hæfnirammi, allt nám sett á þrep, varðandi sjálfstæða ábyrgð og það væri mikilvægt að fólk gæti komist inn í nám, út úr námi, aftur inn í nám, þessi þrepaskipting sem námið þyrfti að byggja og að hluti náms færi fram að vinnustað. Þetta voru áherslurnar sem við lögðum á stað með og ég ætla að vera það djarfur í dag að setja fram þessa setningu. Starfsnám í ferðaþjónustu hefst árið 2024 og mun byggja á þörfum atvinnugreinarinnar. Og svo bæti ég alltaf við ef áætlanir gangi eftir. En það sem breyttist kannski á þessu ári að það hafa komið fram fræðsluaðilar, til dæmis Borgarráðsskóli sem ætlar að tala hér í dag og sagt við ætlum að hefja nám. Þetta stór breyting og við erum búin að kynna þetta eins og ég segi mjög víða í fræðsluaðila heiminum eins og maður segir og þessi fræðsluaðilar sem við erum búin að tala við og eru áhugasöm að koma fram og sumar eins og ég segi bara sagt við ætlum að það nám sem verður sett á stað byggir á þessu sem búið að vinna þarna í grunninn, þessari sýn atvinnulífsins. Síðan gerðist það líka í janúar núna að stjórnvöld hæfnisetur ferðaþjónustunnar átti fund með Lilju Alfreðsdóttur, ferðamálaráðherra og hún stíði inn dálítið með arfgerandi hætti og sagði já við munum styðja og vinna að þessu. Þannig þetta tvennt gerðist á þessu ári
Og þó að þetta átti tími frá 2019, þá verðum við að vera þolinmóð. Það fyrir að fundu milli ferða á menntamálaráðherra núna í maí þetta málefni sérstaklega. Nú varðandi uppbyggingun á námi, og þannig ég aftur kannski að koma inn á þessa þrepaskiptingu, að það ákveðin kjarni pluss sérhæfing og þannig komið 90 eininga nám, tiltölulega stutt aðgengilegt nám, sem þá kjarnin byggður á svona hospitality námi, ferðaþjónustu námi, og eftir það þá getur við valið að fara út á vinnumarkaðinn eða halda áfram inn í næsta þrep eins og maður segir. Þar kemur kjarnin til viðbótar pluss frekari sérhæfing, þannig að þá erum við komin þarna með 160 einingar eða mann rétt, og síðan getur við farið út þaðan, út á vinnumarkaðinn eða valið þá að fara í frekara nám. Og þetta það sem við köllum þrepaskiptingu námi, þú getur farið inn, þú getur farið út, þú getur farið inn og svo framvegis. Þannig að þetta þessi grunn uppbygging á náminu sem til staðar, og þetta í takt við það sem atvinnulífið sagði. Þegar kemur að sérhæfingar sem við erum að vinna með í dag, og nú ætla ég ekki að lofa því að allar þessar sérhæfingar hefjist á næsta ári, en þá erum við að tala móttöku gesta, veitingar, og það talar þá við það nám sem sveinsnám í dag, en það þá að lægra þrepi. Síðan það laugar og lindir og fjallamennska. Þetta þessi sérsvið sem við erum að vinna með í dag. Það ekkert sem segir að það get ekki fjölga þessum sérhæfingum, en sem ég held að mig ekki heldur búa til og flókið kerfi. Þetta þýðir að þessum námskrám sem þarna á bakvið þetta verður skilað og verið að skila þessa dagan inn til Menntamálastofnunar, verður gert fyrir 15. maí, og þá fara þær til vottunar og það forsenda því að sé hægt að taka upp nám. Þannig að síðan þarf að móta útfærslu vinnustaðanáms og svo framvegis í samvinnu við atvinnulífið, en vottaðar námskráir forsenda þess að sé hægt að fara af stað með nám. Það þarf kjark og þor hjá fræðsluaðilum til að hefja nýtt starfsnám, og þetta ekki miðla ákvörðun einhvers ráðuneytis sem stígur bara fram og segir hér peningar, vil ég gjöra svolítið hefja nám. Þetta virkar alls ekki þannig. Það hver og einn fræðsluaðili sem tekur þessa ákvörðun að hefja nám á nýjum sviðum, og því fylgir áhætta og kostnaður, og þess vegna verð ég nú alveg að hrósa þeim sem gera þetta, stíga fram og segja við ætlum að því þetta forsenda fyrir þetta að fara á stað. Og þau sem við hefum verið að vinna með við Verkmenntaskólann á Akureyri, kemur smá upptalning, Símentanum í Stegafjarðar, Framhaldsskólann í Austur-Skaftafellssýslu, Háskólann á Hólum, Borgararskóli, Miðstöð Símentann á Suðurnesjum, Fjölbrautaskóli Suðurnesja, Menntaskólann á Tröllaskaga, Menntaskólann í Kópavogi, Háskóli Íslands og ekki síst Fræðslumiðstöð atvinnulífs, sem þá Símentannar miðstöðakerfi. Þannig að þetta stóra samtal búið að leiða okkur á þennan stað sem við erum í dag. Og til þess að nám festist í sessi, þá þarf nemendur, það náttúrulega segir sig alveg sjálft, og þar treystum við á hluti á starfsgreininni. Við munum kynna til starfsgreinar í haust hvernig við sjáum fyrir okkur að markhópurinn fyrir námi þau sem starfandi í ferðaþjónustu í dag. Og við höfum reynslarði úr verslunarfagnámi að oft stærri fyrirtæki sem í rauninni að bjóða sínu fólki að fara inn í nám, styðja við það í námi og síðan klára þau nám og koma aftur til starfi viðkomandi fyrirtæki. Þetta afskaplega mikilvægur þáttur í að markaðssetja, og við munum kynna það í haust með SAF og fleiri aðilum og þá fræðsluaðilunum hvernig við gerum þetta einfaldara. Þannig að markaðssetningin fer sem sagt fyrst og fremst til þeirra sem starfandi í greininni í dag og líka þeirra sem þá með erlendan bakgrunn. Og þetta kemur þá inn í áherslur á framkvæmd námsins, að við erum að tala fjarnám og staðlótur, stígandi í námi, samspil skólakerfa, tenging á vinnustað, raunfærni mati styttingar á námi og aðgengi. Og það það sem kannski dálítið, það sem nýtt í þessu líka, það sömu námskráir á bak við nám í símenntunarmiðstöðvum og framhaldsskólum að hluta, þannig að kerfin eiga að tala saman. Og það eitt af því sem atvinnugreinin sagði að væri afskaplega mikilvægt. Þannig að
við erum komið þarna sjáum við framtíðarsýn stýrihóps Hæfnissetur ferðaþjónustunnar sem var enn síðast endurskoðuð 2021 og þarna uppbygging á hæfni innan ferðaþjónustu sem verða forsendum og í takt við þarfir og þróun atvinnugreina og samfélagsins. Ferðaþjónustan verði eftirsóknur verið starfsvettvangum þar sem bjóðast tækifæri til starfsþróunar. Ferðaþjónusta að skipa framúrskarandi hæfi starfsfólki. Og mér finnst stundum að ferðaþjónustan sé flokkur sem einhvers konar annars svona flokks atvinnugrein. Hún sé nú bara svona stundum ennþá ástíðabundin og svoleiðis. En þetta náttúrulega orðin bara líklega svo atvinnugrein sem skaffar mest inn til þjóðarbúsins í dag og ég held að setja svona nám á stað og það verði öflugt í eina forsendu þess að líka lyfta greinin einfaldlega upp, gera hana meira sýnilega sem atvinnugrein og líka, og það liggur alveg fyrir að það er verið að kalla eftir meiri þekkingu inn í greinina. Fyrirtæki standa sig oft mjög vel að þróa sitt starfsfólk og byggja undir sitt starfsfólk en formlegt nám er eitthvað sem held ég að sé alveg forsenda fyrir að þetta geti orðið eða ferðaþjónusta lyftist upp. Og ég ætla nú bara að loka þess á orðum sem Lilja Alfreðsdóttir ráðherra sagði á fundi með okkur í Hæfnissetrinu núna í janúar. Þetta er bara spurningum að taka ákvörðun og telur sig ekki tíð til fyrirstöð að koma námum ferðaþjónustu á laggirnar. Og þá sem sagt þarna ætla ég að treysta því að þessu verið fylgt eftir. Og við erum komin á þennan stað að ég treysti mig til að segja námið mun hefjast. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir, Haukur. Já, námið mun hefjast. Við erum öll samfærð það og erum búin að vera að vinna á hörðum höndum að því í samvinnu við aðra. En næst er hann Ársæll Guðmundsson, skólameistari í Borgarholtsskóla og hann er með erindi sem hann kallar í takt við tímann. Gjörðu svo vel. Komið þið sæl og blessuð og takk fyrir að vilja hafa mig hér með í þessari umræðu. Ég ákvað að vera ekki með neina glærur. Það er meðvituð ákvörðun. Mig langar að eiga við ykkur samtal. Svo áttaði ég mig á því náttúrulega því ég satt hérna áðan hlusta á Hauk að þetta er víst eintal sem að það er. Þannig að mig langar að eiga við ykkur eintal nám í ferðaþjónustu og ekki bara það, heldur það sem við erum að gera og glíma við. Það er að segja nútímann, fortíðina og framtíðina. Þannig að Haukur er búinn að fara svolítið onni í námið og einingarnar og hvert þetta leiðir. Ég ætla aðeins að víkka þetta út og skoða og ræða við ykkur af hverju Borgarholtsskóli, hvaða hindranir eru þarna í veginum, hvaða tækifæri, til hvers eru að þessu, hvað er starfsnám og byrja kannski á það sem Haukur endaði á orðum ráðherra að þetta er nú bara ákvörðun sem ég tek heils hugar undir en vandamálið er bara ákvörðun hvers og hver borgar þess ákvörðun og þá byrjaði nú ballið. Nú, mér langar fyrst kannski upp að nefna ástæðis að ég vil eiga þetta eintal við ykkur og samtal því ég fór að hugsa þetta tækifæri er að 1993, það er 30 ár síðan, þá var ég ráðinn sem fyrsti framkvæmdastjóri símenntunarmiðstöðvar, eina fyrstu símenntunarmiðstöðvarum á Íslandi, Fagskólann Norðurlands vestra og beðum að þróa og búa það til og koma því á laggirnar. Sem að ég og gerði, en símenntunarmiðstöðvar, það er gott að hafa þetta í huga, eru afsprengi framhaldsskólana. Þær verða til inn í framhaldsskólum á Íslandi. Þær verða til úr öldungadeildum og kvöldskólum. En síðan var það ákvörðun ráðherra að ríkið ætti ekki að vera í samkeppni við námsflokka og alla þá einkaaðila sem var að bjóða svona nám og þær klofnuðu frá framhaldsskólunum og þróuðu svo áfram og hafa verið mjög öflugar og leiðandi og mjög mikilvæg
stoð í menntakerfinu í Íslandi. Ég hef einnig setið í mörg ári í stjórn Frelsissjóðs. Svo ég hef verið skólameistari í 4 framhaldsskólum, ég hef búið til framhaldsskóla og unnið inn í ráðuneyti nokkur ár við þróunarstjórn. Þannig að það er þessi sýn og ég nefni hennar bakgrunn að því að ég vil að þið taki það sem ég segi í þessu samhengi. Að ég vil meina að ég sé búin að vera það lengi við menntamálin og ég hef verið það víða og öllum megin við borðið að ég hafi kannski eitthvað að segja. Og það er það sem mér langar að gera í dag. Mér langar ekki bara að tala þetta nám, heldur sem sagt hvernig við getum komið á. Það var komið að máli við okkur í Borgarskóla í vetur og spurði viljið þið koma að þessu og við skoðum málið og gáum okkur 3 daga og gáum svo svar, já við gerum þetta. Vegna þess að það er hlutverk okkar, framhaldsskólana, að gera nákvæmlega þetta. Það hefur verið vandamál, ekki vandamál, það hefur verið svolítið erfitt mál að samstarfi á milli símenntunarmiðstöðva og framhaldsskólakerfisins. Vegna þess að símenntunarmiðstöðvar eru ekki að gera það sem framhaldsskólar eru að gera. Og framhaldsskólar eru ekki að gera það sem símenntunarmiðstöðvar eru að gera, en símenntunarmiðstöðvar eru að gera það sem framhaldsskólar eru að gera og vilja gera það og framhaldsskólar eru að gera það sem símenntunarmiðstöðvar eru að gera. Og enginn vill viðurkenna þetta og enginn vill borga þarna þetta gráa svæði á milli. Og þetta hefur verið okkur svolítið fjötur fót í þessari þróun, meðal annars í að koma svona ferðaþjónustu námi á. Og eins og Haukur nefndi, hvað 4 ár núna búin að vera að tala um þetta og lengur. Ég var 2016 einhverju nefndum við Hafnarsetrið þar sem var að ræða nám í ferðaþjónustu. Þannig að það er að verða að koma inn miklu meira en 4 ár. Nær það sé 8 ár eða 9 ár. En nú er komið að þessu og af hverju er þetta þá hægt núna? Var ekki hægt áður. Ég er á þeirri skoðun að menntakerfið núna er á krossgötum. Það er búið að vera eins og í lími, það er búið að vera íhjaldsamt, ég er að tala um framhaldsskólana og ríkisreknarapparatið og við heyrum það best núna á umræðinu sameiningu framhaldsskóla og ég tala bara tæpitungulaust. Það sprettur fullt á röddum upp og segir það er ekki hægt að hreyfa við þessu, þetta er svo gamalt. Nei, ég meina, það getur ekki verið einhver rök að það sé ekki að breyta henni því að þessi orður svo gamalt. En þetta eru samt rök sem við notum og förum fram með. Nei, við stöndum á krossgötum vegna þess að við erum að horfast í augu við það að menntun getur bara ekki átt sér stað í einhverju ákveðinni krukku eða kerfi, þar sem að allt er niður njörvað. Menntun kennarana skuli vera svona, allir skuli vera að fara til þessu reglum og það skuli vera nákvæmlega þetta margir tíma sem eiga að sitja nemendurnir til að fá einhver vottorð. Þetta er búið. Nú verðum við bara og erum að fara af stað og það er skrifað inn í þessa námskrá sem að nú er að fara til samþykktar í þessari viku til Menntamálastofnunar og ég sé engar hindranir fyrir því að hún ætti ekki að vera samþykkt og námi getur farið að stað næsta haust. Haukur sagði 2024, það getur farið að stað næsta haust. Það er bara svoleiðis. Við stöndum bara þar. Það stendur skrifað þar inn í og sem ég finnst, og kannski fólk hefur ekki alveg átt að sjá og séð, er stórt framfaraskref að námið farið fram í símenntunarmiðstöðvum og í framhaldsskólanum og sem metið jafngilt. Þetta man ég ekki eftir að hafa séð áður og þetta er stórt framfaraskref. Þessi kerfi eru loksins farin að segja markmiðið er nemandinn, það er sama í raun og veru hvar hann fær menntunina, hæfnina, leikni, þekkingu, það skal vera metið því það er það sem skiptir máli. Og þegar Haukur skrifar hér svolítið í anda gamla tímans raunfærðum til styttingar að námi, ég vil ekki sjá það því að það hljómar eins og að lengd námsins eða umfang námsins sé neikvætt og það er að minnka eins mikið og hægt er. Raunfærnimat er til þess að meta þekkingun og hæfnina. Svo nemandi geti þá einbeitt sér öðrum hlutum heldur en þeim sem maður þegar býr yfir. Það er raunfærnimati. Og þannig er þegar við fórum til Finnlands 2018 og 2019 þegar hópur frá menntamálaráðuneytinu og skólakerfinu til að skoða nýjustu breytingar þar og þá voru
Finnar hættir að segja vinnustaðnám skal vera 50 vikur, 70 vikur, 100 vikur. Nei, vinnustaðnámið bara eins lengi og þar til nemandinn múið fá hæfnina. Og þá krossað í. Og það annað sem í þessa nýju námsbraut sem fer inn til samþykktar, að það skal notast við ferilbók, og þá rafræna ferilbók í þessum anda. Það sé að nemendur koma í námið, hæfnir metin, það krossað við hvað þeir þegar búa yfir og þá getur einbeitt sér á öðru hlutum sem eftir að búa yfir. Þetta líka mjög mikilvægt skref. Þannig að við erum að fara saman í þessa vegferð af krafti. Það þörf á þessu, Höfnisetur Feðursssonar er búin að sýna fram á það og fleiri, að þarna gríðarlega öflug atvinnugrein með gríðarlega mikið af starfsfólki, mikilvægu starfsfólki sem svona andlitinn oft í ferðaþjónustunni, en það engin sérstök menntun að baki í sjálfu sér þessa starfsfólks. Og við viljum forma þetta saman og setja þetta í 90 einingar nám og þið taki eftir, það líka gaman að segja frá því að munun á kerfunum oft símyndunarmiðstöðunum og framhaldsfræðslunni þar að segja og formúlakerfin að framhaldsfræðsla talar námið í klukkustundum en formúlakerfið í einingum. En ef við tökum nú námið sem 90 einingar og að fara núna til samþykktar og skoðum nýjustu skilgreiningar á einingu nemanda sem vinna nemandana, það að meðtali 21 klukkustund vinna nemanda, ekki bara sitt í tímum, heldur bara öll vinna sem að gera í náminu, á baku hverja námseiningu og margfaldur 21 sinnum 90 og þá fáum við bara eiginlega upp 1800 klukkustundir. Þannig að í raun og veru erum við alltaf að tala saman hlutin en svona út frá kannski ólíkum sjónarhólum. Ég held að við séum okkur sem öllum ljóst hvaða hættur eða hindranir eru í veginn. Og nú tala ég líka reynslu, áratugareynslu í að koma á nýju námi. Það ekki formið á náminu. Borgarskóli hefur verið með dreifnámi í fjölda ára, þar sem að nemendur koma í staðlótur og fá verkefni á netinu, námsmati fer fram í verkefnavinnu og umræðutímum og hvernig nemendur standa sig ekki einhverjum formlegum lokaprófum, það alveg löngu úrelt. Við kunnum það allt saman. Þannig að það var ekkert mál fyrir okkur til dæmis í Borgarskóla og framhaldsskólanum eins og VFMA og fleiri framhaldsskóla sem nefndi hér áðan, við kunnum þetta allt saman. Við kunnum þetta form. Það engar hindranir þarna. Við fáum kennara í þetta, það ekkert vandamál heldur, engar hindranir þar. Það fjármagnið sem alltaf hindranir og ráðherra segir það ekkert mál, enda ráðherra segir þetta nefndi farin og menntamáðun og komin í annar ráðuneyti og getur þá sagt svona. En við þurfum að sjálfsögða að tryggja nemandi í gildin og það hef ég bara sagt, það bara verkefni okkar stjórnenda í þessum framhaldsskólum að gera það. Veist það er bara okkar vinna og við mögum ekki að vera að láta það stoppa okkur, við fyrir bara af stað. Nei, það eru aðrar hindranir hérna og sem að eru mestu hindranir og hafa verið þær í gegnum mína reynslu og tíðina sem hafa stoppað svona framþróun. Þær eru atvinnulífið. Ég meina, tala hátt og skýrt alltaf, við viljum þetta, við þurfum þetta, við ætlum að hafa þetta strax og bara fínt, gott. En til þess að fólk fari í nám sem tengist störfum þess, þá þarf þetta fólk að fá eitthvað fyrir það í sínu lífi og í sínu starfi. Þannig að atvinnulíf verður vesku núna að skilgreina það hvernig launin hækka hjá þessu fólki eftir að hafa lokið þessu námi. Og það verður bara að vera tilbúið áður við förum á stað. Það verður bara að liggja fyrir. Ef þið gerir það ekki, þá komast við ekkert að stað. Það bara svoleiðis. Þið verður að segja nákvæmlega. Námi sem að við styðjum hér í þessum 4 greinum og jafnvel fleiri, eins og einhver nefndi, sem að fara af stað. Þeir sem að ljúka þessum 90 einingum, fá þetta í staðinn í launaumslagið, svo við talum bara hreint út. Ef þetta ekki gert,
þá skulum við bara hinkra aðeins lengur. Í annan stað, þá þurfa öll fyrirtæki, allir í ferðaþjónustunni, allir sem að vilja mennta að gera sér grein fyrir því að fyrirtækin eiga ekki þetta fólk. Og þetta mjög mikilvægt atriði. Og ég þekki þetta mikið úr mínu starfi varðandi bara atvinnulífi heild með iðngreinar og fleira. Það verður að vera tilbúin að starfsfólki mitt sem ég að fara að hjálpa og skapa aðstæð til að geta fara í þetta nám og mennta, að það fari jafnvel eitthvað annað og komi ekki tíminn aftur. Ekki líta á það sem tap á mannauði. Því að ef allir taka þátt í þessu, að þá mun þetta starfsfólk eflast, mentast og fara á milli fyrirtækjana, þannig að fyrirtæki sem að missi mannauðin, það færi líka mannauðin, en þá betri, í öðru formi. Og í þriðja lagi, að gera sér grein fyrir að fólk fer yfirleitt ekki í nám nema að það sé opið hinendan og það geti haldið áfram í námi eða þróa sig áfram. Þetta samfélagið í dag, þetta í takt við tímann. Fyrirtækin verða að hætta að loka sig inn í búrinu og hugsa bara sig og ég ætla að eiga minn starfsmann og ég ætla bara að passa hann fær ekki burtu og ég ætla að vera með hérna og hann á helst að vinna hellings yfirvinnu. Komið með okkur í þessa vegferð, þórið þessu og gerum þetta, mér finnst þetta spennandi tímar, það margt að gerast bæði menntakerfinu, atvinnulífinu og tækifærin eru alveg svakalega mörg. En við erum tilbúin í þetta, Borgarskóli, og við tókum þessu ákvörðun og við gerum þetta fullum krafti og fullum vilja. Við munum finna peningana sem að ráðherra ferðamála lofaði og ef hitt tilbúið og þið eru klár, þá erum við klár og við gerum þetta saman. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir, Ársæll. Já, gerum þetta saman. Ef við hugsum aðeins út í samspil menntakerfa, að þá fagna ég bara því að umræðan sé orðin opnari. Það náttúrulega hefur verið til staðar mat á milli kerfa en aldrei nægilega skýrt og það líka það sem við þurfum að tryggja út frá stöðu einstaklingsins, að því ég sammála, einstaklingurinn hann á alltaf að vera í fyrirrúmi og hvernig hann ferðast í gegnum kerfin. En næsta á dagskrá hann Valgeir Magnússon, framkvæmdastjóri Símenntunarmiðstöðvar Eyjafjarðar, og hann einnig formaður Símenntar. Hann kemur fyrir hönd framhaldsfræðslunnar og ætlar að ræða svona almennt sitt hlutverk og þá samspil við framhaldsskólana. Gjörðu svo vel, Valgeir. Já, komið þið sæl. Eins og komið fram þá heiti ég Valgeir Magnússon, framkvæmdastjóri hjá Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar og jafnframt formaður Símenntar, samtaka fræðslu Símenntunarmiðstöð á Íslandi. Haukur nefndi okkur í sín upptalningu, við erum einn af þessum samstæðsaðilum sem höfum verið í þróun og innleiðingu á nýju námi fyrir ferðaþjónustuna og við höfum tekið ákvörðun að bjóða upp á námsleiðir innan framhaldsfræðslunnar sem hluta af þessari nýju námsleiðinu. Í þessu verkefni munum við einnig fara með hlutverk í raunfærnimati að meta einstaklinga inn í námsleiðina og það er mikil reynsla því innan framhaldsfræðslunnar og Símenntunarmiðstöðvanna að sinna raunfærnimati og í raunfærnimati er fólki gríðarlegur hvati og tenging þá einstaklingana við þá nám og frekari færniuppbygging. Þannig að við lítum á okkar hlutverk þar sem mjög mikilvægt fyrir þá einstaklinga sem hafa starfsreynslu innan ferðaþjónustunnar. Og eins og Betty nefndi að við þurfum að hafa í huga að einstaklingurinn er alltaf í fyrirrúmi og þess vegna er mikilvægt að við stuðlum að enn meiri samvinnu á milli skólastiga þannig að verði ekki flöskuhálsar og einstaklingarnar stöðvist á sinni vegferð. Okkar markhópurinn af framhaldsfræðslunnar eru einstaklingar sem hafa ekki lokið framhaldsskóla, það er okkar megin markhópur. Þó við séum að sinna fleiri markhópum líka, þá er þetta aðal markhópurinn okkar. Og þá einstaklingar líka sem vilja efla sig á vinnumarkaði. Við teljum að þessi námsleið innan ferðaþjónustu henti vel fólki sem að sækja sér nám og starfa innan ferðaþjónustunnar og líta á þetta sem mikið tækifæri. Og verður námið sem okkur snýr og eins og komið hefur verið fram með þessa námsuppbyggingu uppbyggt þannig að það fer fram mestu leyti með rafrænum hætti en það verður þó byggt á staðlótum. Við teljum mjög mikilvægt að stíga þetta skref innan framhaldsfræðslunnar
að taka þátt í þessu og eins og kom fram í uppáðunni hjá mér að þá eru starfandi miðstöðvar hér allt land á vegum sem eru starfandi undir hatti Símenntar, samtakan okkar, og þær eru 11 og dreifast allt land. Við höfum öll samning við félags- og vinnumarkaðsráðuneytið framkvæmd framhaldsfræðslu og við erum samstarfsaðilar við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og Fræðslusjóð. Við erum ekki nýja nálinni varðandi ferðaþjónustuna innan framhaldsfræðslunnar. Við höfum lengi unnið í samstarfi við hana, þessa atvinnugrein, og tekið þátt í hæfniuppbyggingu. Við höfum einnig stutt við ferðaþjónustuna með því að finna leiðir til að mæta þörfum atvinnulífs með að taka þátt í samtali þróun á námi og raunfærni mati til að stuðla að því að fleiri vilji og geti leitað sér náms í greininni. Samstarfið við hæfnisetrið hefur verið gott og hefur verið unnið að því að finna leiðir til að efla hæfni fólks innan ferðaþjónustufyrirtækja með því að bjóða upp á greiningu og fræðsluþörfum og bjóða upp á fræðslu og ráðgjöf. Og segja má að hæfnisetrið ferðaþjónustunar hefur sannað tilgang sinn og er orðin ákveðin fagleg miðja sem er til staðar fyrir ferðaþjónustuna varðandi leiðir til að efla hæfni og gæði í samstarfi við ýmsa aðila. Það er ljóst að ferðaþjónustan er ein af undirstöðugreinum íslensk atvinnulífs. Ég held að við förum ekki grafgötum með það. Þetta er líka atvinnugrein sem er í mjög hröðum vexti og tekur breytingum. Ýmis ytri öfl og aðstæður hafa reynt á greinina undanfarin ár. Það er mikilvægt að vera með góða undirstöðu, góða þekkingaruppbyggingu til að greinin nái vexti og auknum gæðum. Við innan framhaldsfræðslunnar, og það var komið aðeins inn á skil á milli framhaldsskóla og framhaldsfræðslu, en ég held að okkar hlutverk sé mjög sterkt í því að vera tannhjól, þar sem við getum brugðist við áskorunum með okkar verkfærum eins og til dæmis raunfærni mati, námsleiðum og ráðgjöf. Verið hvati og fyrsti snertiflötur einstaklinga við frekari færni uppbyggingu og tengingu við nám. Við getum miðla fólki síðan áfram í sína vegferð. Aðeins varðandi raunfærni matið, en þá bjóðum við innan framhaldsfræðslunnar og símenntunarmiðstöðinni upp á raunfærni mat, þar sem er staðfest færni einstaklings óháð því hvernig hennar hefur aflað, hvort sem það er á móti styttingarnámi eða móti viðmiðum atvinnulífs, og þar liggur mikið reynsla innan framhaldsfræðslunnar. Við höfum þar hlutverk að bregðast við áskorunum og samfélagslegum aðstæðum hverju sinni og öll kerfi, öll skólastig þurfa að nýta sína styrkleika og ef okkur lukkast þá náum við árangri, hvort sem við erum að tala um vinnumarkaðinn, háskólasamfélagið, framhaldsfræðsluna eða framhaldsskólanum. Og ég er sammála því að nú er komið okkur að vinna saman og stilla saman strengi. Við þurfum að nýta styrkleika okkar allra, vinna saman og stuðla því að færa nám í ferðaþjónustunni nær markhópnum og varða leiðinni gegnum öll kerfi. Ef það tekst í þessari vegferð, þá öllum okkur til hagsbóta. Og við hjá Sími ætlum að vera hluta þessu verkefni og ég horfi til þess að þetta muni ganga vel og óska okkur öllum velfarnaðar í því. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir, Valgeir. Það er samt ein önnur áskorun sem við þurfum líka að huga að þegar við verðum farið að bjóða upp á þetta nám, að þá erum við kannski að tala um hóp, höfum verið að tala um hóp sem er ekki með íslensku sem móðurmál og það verður líka nýtt, hvernig við bjóðum upp á nám bæði innan framhaldsfræðslunnar og framhaldsskólans og öðru tungumáli en íslensku. Erum við komin þangað? Því það hefur líka verið hindrun fyrir þá sem er ekki með annað móðurmál en íslensku að halda áfram í námi. En hún Sigrún Halldórsdóttir, hún er framkvæmdastjóri mannauðssviðs Bláa lónsins og hún ætlar að ljúka dagskránni í dag. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Við langar að byrja á því að þakka Hauki, Valgeiri og Ársæli fyrir mjög áhugaverð erindi
og þakka fyrir að fá að vera hluti af þessu samtali hér í dag. Eins og kom fram, þá heiti ég Sigrún Halldórsdóttir og ég fer fyrir mannauði, öryggi og heilsu. Mig langar aðeins að tala bara mannauðin hjá Bláa lóninu og fræðslu og þjálfun og hvernig við nálgumst menntamál hjá Bláa lóninu og einnig að fara svolítið inn í hvernig þetta nýja nám getur tengst inn í okkar starfsemi. En mig langar að byrja á að sýna ykkur aðeins hvernig mannauðurinn okkar samsettur. Mannauðurinn okkar, við erum með 746 starfsmenn í 661 stöðugildi frá 39 þjóðernum og meðalaldurinn okkar tæp 35 ár. Okkar dýrmæti mannauður fæst við ýmisleg og margvísleg verkefni og mig langar í þeim efnum aðeins að sýna ykkur smá myndband sem sýnir svona kjarnarekstur Bláa lónsins. Stoppa það. Þetta fyrst. Það fyrst að? Nei. Svona. Alltaf svo gaman, svona smá tæknilegum möguleikum. Og eins og þið sjáið á þessu myndbandi að þá breidd rekstursins hjá Bláa lóninu ansi breið og við erum að fást við ýmis margvísleg störf og þar af leiðandi þarf menntunin okkar í Bláa lóninu að styðja við þessi störf. Við höfum í lengri tíma lagt mikla áherslu á fræðslu og menntamál innan Bláa lónsins. Við unnum í rauninni eða MSS hannaði námskrá Laug og Lindu Böð í samvinnu við okkur sem gefum hann út árið 2005 og okkar kjarnafræðsla í rauninni byggir á þeirri námskrá. En hún vissulega breyst með tilliti til nýrra áhersla og nýja rekstrareininga hjá Bláa lóninu og breytt rekstrarumhverfis. Við gefum öllu okkar starfsfólki tækifæri á að þróast með okkur í starfi og leggjum mikla áherslu á starfsþróun og hún mjög sýnileg innan Bláa lónsins og við erum í rauninni nýtum allan tíma sem við getum til að eiga samtal við fólkið og þannig förum við í þarfagreiningu á því hvar hæfnisgapið hvar liggur í rauninni helstu áskorunar fyrir fólki okkar í starfi og við nýttum til dæmis tíma óvissu sem hafa verið ansi nokkrir hjá okkur í Bláa lóninu, þar að meðal heimsfaraldur, eldgos, jarðhræringar, óveður og fleira og við höfum á ákveðnum tímum þurft að loka rekstri og þá höfum við nýtt þá tíma til þess að eiga virkt samtal við fólkið vegna þess að við erum ekki sjálf bara snillingar í öllu því sem þau eru að fást við og sér í lagi framlínu, heldur eru þau með okkur svolítið í að þróa og hanna og búa til fræðsluefnið og það eykur líka þeirra eignarhlut í náminu. Við erum eins og ég sá í myndbandinu áðan, þá erum við með starfsfólk sem sinnir inngreinum og í rauninni í matreiðslu hjá okkur, framleiðslu, mannvirkja á byggingagreinum og ýmislegt fleira og við höfum rauninni stutt við þau og hjálpa þeim að fara í gegnum raunfærnimat til þess einmitt að fá sína þekkingu og hæfni og færni metna. Og ég örugglega tugir ef ekki hundruð starfsfólks hjá okkur sem hefur farið þessa leið með mjög góðum árangri. Þessi nýja námskrá sem búið að lofa að verði ársælsæði núna bara í haust 2023 sem við fögnum vegna þess að það verið að gefa fólki kost á námi með vinnu
Og eins og ég sagði að koma inn á, þá hefur við í rauninni lagt mikla áherslu á fræðslu og menntamál hjá Bláa lóninu og keyrum mjög markvissa fræðslu, en þetta er í rauninni ekki formlegt nám. Þau fá í rauninni ekki þetta nám metið í íslensku skólakerfi. Það er mikilvægt að greiða aðgengi starfsfólk að menntun og fá viðurkenningu á sinni ferni. En það er líka mikilvægt að námið sé opið fyrir starfsfólk sem er þegar starfandi í greininni. Og eins og það hefur verið komið inn á hér í dag, það skiptir gríðarlega miklu máli að fólk sem kemur erlendis frá er kannski búið að starfa lengi í ferðaþjónustu, að það fái þá reynslu og ferni metna í íslensku skólakerfi og margir hverjir eru með mögulega erlenda prógráðu eða menntun sem hefur ekki fengist metin hér á landi. Eins og þú Ársæll komst inn á áðan varðandi jafnlaunakerfið og launakerfi fyrirtækja, að því vissulega þarf að vera hvati fyrir þetta fólk að fara í gegnum þetta nám og ég myndi segja að það var það fyrsta sem fyrirtæki ætti að gera, að það er að hugsa jafnlaunakerfið sitt út frá því hvernig við ætlum að meta og umbuna fyrir þetta nám, því það nýtist okkur vissulega vel í ferðaþjónustu og það þarf að vera vinn-vinn hvati fyrir báða aðila. Hver er þörfin? Eins og við vitum að þá er skortur á góðu fólki, ekki bara í ferðaþjónustu, vegna þess að við í ferðaþjónustu erum í samkeppni við margar greinar, margar þjónustugreinar og ekki bara á Íslandi heldur líka bara á öllu Evrópusvæðinu. Þetta eykur líkur á að laða að fólk sjáu fyrir sér með einhverjum skýrum hætti, einhverja starfsþróun og einhverja vegferð með okkur innan fyrirtækja, skiptir gríðarlega miklu máli líka til að draga bara úr starfsmannaveltu. Það er mikilvægt fyrir ferðaþjónustuna að fá nám út frá gæðamálum mannauðsmála fyrir ásýnd greinarinnar vegna það skila sér í aukinni fagmennsku í ferðaþjónustu. Er einnig mikilvægt vegna þess að millistjórnendur, þeir í rauninni að fá starfstengda menntun fyrir þá er gríðarlega mikilvægt, ekki bara þannig að þeir geti sinnt sínu starfi sem best, heldur líka bara þannig að við getum laðað af fólk sem hefur hæfni í að verða að millistjórnenda. Og eins og ég kom inn á áðan þá erum við í rauninni með mjög skýra starfsþróunar vegferð innan fyrirtækisins hjá okkur. En þetta myndi hjálpa okkur enn frekar ef það væri skýr starfsþróunar vegferð sem væri með í skólakerfinu. Með því að veita fólki aðgengi að viðurkenningu á sinni færni og þekkingu þá færðu glaðara og þakklátara starfsfólk og það mun skila sér í betri starfsmanna ánægju, betri vinnustæðamenningu, faglegri og betri þjónustu og þar lendi meiri arðsemi. Ég langar svolítið endi þetta bara á að segja, vegna þess að ég tek undir það sem Ársæll sagði hérna áðan, að ábyrgðin er okkar. Fögur fyrirheit skila ekki árangri og það eitt að búa til skjal eða nám nýtist ekki neitt ef við ætlum ekki að taka það inn og vinna það saman og gera það á alvöru. Og aftur, og ég tek undir það sem Ársæll sagði, að það gæti einhver velt fyrir sér hvað ef við fjárfesti í að þjálfa einhvern og svo fer hann bara eitthvað annað. En ef við stöndum öll saman með að þjálfa upp starfsfólk og byggja þannig upp faglega þekkingu fólks í ferðaþjónustu, þá byggjum við upp sterkari faggrein fyrir vikið og landinu öllu til heilla. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir, Sigrún. Þetta voru nú bara góð lokaorð hjá þér. En mér langar aðeins að við stöldrum við þetta með viðurkenninguna. Að því viðurkenningin hún skiptir svo miklu máli. Hvort sem að því það er eitt að fara að það sé fræðsla innan fyrirtækja en síðan að geta fengið að meta inn í nám og ljúka einhverju. Þá svona lyftist upp einstaklingurinn. Eins góðu punktur þetta með mat á námi á milli landa. Það skiptir líka máli og það svona þurfum við líka að taka með okkur í dag að við lærum líka af öðrum. Nú horfum við bara fram á við. 2023, 2024, við erum allavega klár. Takk fyrir.